Eiríkur Bergmann Einarsson næstur á mælendaskrá, gjörðu svo vel. Kæru félagar, ég finnst þetta nú satt að segja svolítið hátíðleg stund hérna að vera að ræða hennan heildarkafla þingið. Mér finnst við vera langt komin og lengra en ég átti sjálfu sér von á að við myndum vera á þessum tíma. Ég vil fyrst segja það að eins og þið vitið eftir fyrri yfirlýsingar mínar þá hef ég eindregið verið fylgjandi því að kjósa ríkisstjórn beinni kosningu en hef þó fallist á þá aðferð sem unnið hefur verið eftir í B-nefnd að reyna að ná fram megin markmiðunum sem að felast í því kerfi innan ramma þingræðisins og enn sem komið að þá get ég áfram fallist á þá málamiðlun. Ég vil einhvern gera hér að umræðuefni 28. greinina stjórnarmyndun því að mínu viti hún punkturinn yfir svo einhver nefndi, í akkurat þeirri viðleitni, þeirri vinnu og eiginlega lykillinn að því að ég get fyrir mitt leyti fallist á þingræðis leiðina. Mér finnst mjög brýnt að ef við ætlum á annað borð að vinna með þingræðisskipulag og kjósa ríkisstjórn ekki beinni kosningu, að þá sé það sjálft Alþingi sem að hafi veg og vanda af því að mynda ríkisstjórnina. Eins og það auðvitað gerir núna, þó að þessi útúrdúr sé hafður með þarna á Bessastöðum eins og nú sem nú ekki, sem svona bara flækir eiginlega ferlið eins og það núna. En að taka það fram með skýrum hætti í fyrstu setningu eins og gert í Finnlandi, að Alþingi kjósi forsætisráðherra lykilatriði í mínum huga. Síðan höfum við rætt í kjölfarið á því og þess vegna þessir hornklófar, hvort að það sé einhver annar þurfi að koma að skipuninni heldur en þingforsetinn sem að mér finnst nú eðlilegast, það sé bara einfaldlega í höndum þingforseta að skipa forsætisráðherrann að þá hafa komið fram þau sjónarmið að forseti Íslands geti hugsanlega tekið það að sér að skipa forsætisráðherra fyrir hönd Alþingis sem að mér finnst nú eiginlega svolítið sérkennilegt að forseti hafi það með höndum. Mér finnst að það eigi að vera inni í þinginu en væri þó kannski ekki frágangssök af minni hálfu að það fengi að vera áfram þarna inni. Og ég vil líka segja það að þetta ákvæði hefur auðvitað, hafi farið mjög mikil tími í þetta ákvæði. Við fengum hér athugasemdir fyrir viku rúmri akkurat þetta ákvæði og ég held að við höfum náð að taka tillit til flestra sjónarmiða sem þar koma fram. En ákvæðið auðvitað málamiðlun og það enginn þar sem fær fram sínar ítrustu óskir í þessu ákvæði fremur en kannski öðrum en það orðið mjög gott og að mínu leyti forsenda fyrir þessu kerfi sem að við leggjum hér upp með og við erum loksins að sjá heilstætt hérna fyrir framan okkur og það akkurat þessuna sem ég þykir þetta mjög merkilegt tilefni. Og ég ætla ekki að orðlengja þetta mikið lengur, ég ætla bara aðeins að nefna það sem að menn hafa talað varðandi friðhelgi þingmanna og ég skilu þetta mæta vel þau sjónarmið sem hér hafa verið uppi að þingmenn eigi ekki að hafa nein einhverja sérstaka vernd umfram aðra. Staðreyndin einfaldlega samt sem áður sú að það mjög brýnt að standa vörð rétt þingmanna sem kosnir af fólkinu í landinu og hafa það hlutverk með höndum að beita stjórnvöld aðhaldi. Og það nú ekki óþekkt segi ég í sögunni að ríkisvald hafi í gegnum
lögreglu eða sem sé aðra valdhætti reynt að klekkja á pólitískum andstæðingum sínum. Og það þess vegna sem að í flestum lýðræðisríkjum að finna ákvæði aukna vernd þingmönnum til handa því að þeir eru jú í sérstakri stöðu. Það þeirra hlutverk og þeirra skylda að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu og það akkúrat það sem að þessi klásúla fjallar og gengur út á. Ég get svo sem alveg tekið undir það að það mætti alveg taka annan snúning á orðalaginu en inntakið í þessari klásúlu finnst mér að verði að vera og þetta allt partur af þessari samhangandi hugsun að styrkja þingið gagnvart framkvæmdarvaldinu og þetta eitt af þeim ákvæðum sem að lúta að því. En ég læt hér staðar numið.